og þetta var bara svona svo sprengja í andlita á lögreglunni, fólki í lögreglunni sem var ekki endilega markmið mitt. Það sagt semst að kynjafræði ekki alvöru vísindagrein. Jú, hún alvöru vísindagrein. Ítrykkaði fyrir þeim að náttúrulegt ástand þeirra, karlmennska, sé á einhvern þátt alltaf eitruð nema þeir hugsi, tali og hegði sér nákvæmlega eins og kynjafræðingarnir mæla fyrir Já, ok. Þarna þingmaðurinn væntanlega að vísa í karlmennsku fræði. Ég heiti Finnborg Salome Steinþórsdóttir og ég lektor í kynjafræði við Háskóla Íslands, við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Svo mín helstu viðfangsefni mætti segja væri svona tvennskonar. Annars vegar sem við kemur svona það sem kallum kynjafjármál og kynjasamþættingu, í rauninni hvernig ákvarðanir stjórnvalda, ákvarðanir eins og stefnumótun og ákvarðanir eins og til dæmis í fjárlögum, hvernig þau hafa áhrif á fólki í landinu og út frá svona kynja og margbreytileika sjónarmiðum. Hin áherslan svona vinnumenning og kynferðislega áreitni og ég hef verið í samstarfi við lögregluna í rannsóknum síðan 2013. Og akkurat núna erum við í norrænu verkefni að svona þróa þjálfun til þess að svona valdefla starfsfólk til þess að taka á svona óviðandi hegðunin á vinnustæðnum. Því það margt sem svona ítir undir kynferðislega áreitni og margt sem margir upplifa sem kynferðislega áreitni, margt sem kynferðislega áreitni sem við getum kannski svona hjálpa stað að bregðast við og byggja upp góðan vinnustað og það er ótrúlega spennandi og skemmtilegt viðfangsefni. En svona eins og út af því við búum á Íslandi og náttúrulega lítið fræðasamfélag og alls konar verkefni og alls konar í gangi, þá ég náttúrulega í fullt öðrum verkefnum. Ég aðeins með samstarfskonu með Valgerði Jóhannsdóttur í fjölmiðlarannsóknum. Svo ég með samstarfskonu mín með kynjafræði í alls konar verkefnum. Þannig að já, þetta margs konar. En þessi tvö svona megin fræðasvið eru svona mín kynjafjármálin og svona vinnumenning innan stofnana. Það voru ekkert mörg í kynjafræði, þú veist, í meistaranámi kynjafræði þegar ég var. Hvernig er staða núna? Er einhver í meistaranámi kynjafræði? Já. Við erum alltaf með bara svolítið svipaðan fjölda af nemendum í kynjafræði og svona, já, jafnt og þétt, svona 10-15 sko. Og það ekki einhverja breytingar þannig séð. En það rétt, ég náttúrulega búin að vera að kenna þarna síðan ég byrjaði doktorsnámi 2014 og ég ætla ekki byrjaði að kenna 2015-16 og það hafa ekki orðið mikla breytingar. En kynjafræði er líka kennd sem aukagrein í grunnnámi og þar eru nemendur okkar til dæmis bara í félagsfræði, mannfræði, við erum stundum með nemendur að verk og náttúruvísindasviði, hugvísindum og því að fræðigreinin er náttúrulega mjög þverfræðileg og það í rauninni allt sem hefur svona, já, það hægt að beita svona kynjafræði og margbreytileika kenningum á í rauninu öll viðfangsefni og þetta snertir allar ákvarðanir í samfélaginu. Þannig að, en svo erum við líka með doktorsnám og við erum líka með diplómanám og örnám er rosa vinsælt. Þá það í rauninu fólk sem kannski á vinnumarkaði og að bæta vissi 30 einingum til þess að fá bara svona aukna sérþekkingu. Það sem við gerum í rannsóknum, í félagsvísindum að við erum að skoða samfélagið. Og ég meina samfélagið bara ekki eitthvað einsleitur hópur, þannig að það kannski þess vegna sem fólki finnst eins og það sé bara allt líkjandi, en það þetta allt líkjandi, ég meina þetta hefur áhrif á hvernig við erum staðsett í samfélaginu, hvernig aðrir sjá okkur og hvernig stofnanir samfélagsins hafa áhrif á okkur. Hvernig upplifirðu sjálf bara svona viðhorfið og umræðina kynjafræði sem þá þetta í rauninni háskólafag og kannski, já, bara þessa fræðigrein sem kynjafræði er? Já. Ég kannski bara í ykkur háskólabublu, en ég náttúrulega umræðan kynjafræði í háskólasamfélaginu bara eins og bara nokkuð góð myndi ég segja. Þannig að þú ert vantilega ekki að vísa í vísindaumræðina. Ég finn til dæmis bara fyrir því að
það mikil áhersla á kynjafræði í rannsóknum og það mikil eftirspurn eftir til dæmis okkur í rannsóknarsamstarfi og annað slíkt. Því þetta, eins og ég segi, þetta snertir einhvern veginn allar vísindagreinar og þetta svona annar kenningarheimur en viðbót til þess að dýpka ákveðnar rannsóknir eða flesta rannsóknir og þannig ég verð ekki vör við þessa umræðalán ekki innan vísindasamfélagsins. En þú ert væntanlega að vísa til umræðunar svona almennt í samfélaginu. Jú. Það sem verið svona að tala niður til kynjafræðina. Já, ég myndi segja það sem ég að vísa til, ég er líka forritun bara innan úr akademíunni, en ég er náttúrulega líka að spá hvernig þú upplifir umræðina, ég meina í fjölmiðlum, alþingi og jafnvel, ég veit ekki hvort þú sett mikið á samfélagsmiðlum, en það leikur nú oft í fjölmiðla það sem er á samfélagsmiðlum. Já. Hvernig skynniði þetta? Já, við erum með mitt mér finnst það mjög forvitnilegt og þegar maður er rannsóknum þá náttúrulega á maður að elta forvitið sína, þannig að ég er að sjálfsögðu búin að taka eftir því en það kannski svona, þetta er svona kynjafræðin bara einn angi af þessar umræðu. Í fræðinum er þetta kallað svona anti-gender mobilizations. Ég tala bara svona anti-gender hreyfingar. Ég sé þetta svona sjónrænt fyrir mér, þetta er svona víða og þetta kemur ekki frá okkur einum aðila eða þetta kemur úr ákveðnum stjórnmálaflokkum, þetta kemur erlendis frá er þetta mikið tengt trúarhópum, ekki hér á landi. En já, þannig að þessar anti-gender hreyfingar eða svona eða kyngerfis krítiskar hreyfingar við hefum eftir að finna betri þýðingu á þessu en þannig já, auðvitað verið í vör við hana og við sjáum það á Íslandi en þetta er ekkert nýtt af nálinni þannig að ég verið vör við þessu umræðu það beinist einmitt að það verið að grafa undan kynjafræðinni, það verið að grafa undan fjölmiðlum, það verið að grafa undan hinsegin aktivistum og bara feminískum aktivistum, það verið að grafa undan transfólki og útlendingum, innflytjum. Þetta er svona alltaf þessu sama meiði og það náttúrulega bitnar mest á jaðarsettustu hópunum, transfólki, innflytjendum hér á landi. Þetta hefur það að markmiði að skapa ótta. Grafa undan svona öryggistilfinningu, draga úr einhvers konar samkennd og samstöðu í samfélaginu, brjóta upp og sem er ótrúlega erfitt að horfa upp á bara sem þá er ég að taka fræðiglerun af en og markmiðið er með þessu er náttúrulega og við sjáum það svo skýrt til þegar kemur að pólitískum hópum af hverju það er til þess að þú nærð völdum þegar það er ótt í samfélaginu, þú nærð völdum þegar það er ekki samstæði í samfélaginu og þá er það ná pólitískum völdum og annað sem við sjáum líka í rannsóknum er að þetta er náttúrulega hefur það að leiðaljósa sem þetta grafa undan svona lýðræðislegum stóðum samfélagsins sem eru fjölmiðlar, sem eru háskólar sem eru alls konar stofnanir og samfélag og líka ná tökum á einhver orðræði, ná tökum á einhver svona viðteknum viðmiðum í samfélaginu og já, þannig að mér finnst það mjög forvitnilegt en bara sem manneski í þessu samfélagi finnst mér þetta líka ótrúlega svona, já, erfitt að horfa upp á. Sérstaklega þegar þetta hefur áhrif, tilætluð áhrif. Já. Miðflokkurinn heldur áfram að bæta við sig fylgi í þjóðarpúlsi Gallup og myndi tvöfalda þingmannafjölda sinn ef gengi til kosninga nú. Administration has taken action to abolish all discriminatory diversity, equity, and inclusion nonsense, and these are policies that were absolute nonsense. And I've made it official, an official policy of the United States, that there are only two genders, male and female. Stjórnvöldum í Ungverjalandi verður nú heimilt að beita andlitsgreiningatækni til að bera kennsl á þau sem brjóta bann við skipulagningu og þátttöku í gleðigöngu hinsegin fólks. Upplifur þetta sé að aukast, þetta sé orðið kröftur, þetta sé orðið meira heldur en til dæmis bara fyrir 5 árum síðan eða hefur þetta alltaf verið svona? Það hefur náttúrulega alltaf gustað kynjafræðina. Ég meina kynjafræðin er stofnuð 1996, það er komið 30 ár. Þannig að við höfum gengið gegnum ýmislegt og ég myndi segja að þetta sé svona, já þetta er svona bylgjur og við erum klárlega í svona andspyrnu bylgju núna, myndi ég segja. En
og kannski erum við kannski líka bara að taka betur eftir því út af samfélagsmiðlum, út af þessari nálægð. Þú veist, það er allir bara með mikrofón, sko, og fjölmiðlar eru að pikka það upp og þannig að ég myndi segja að það er náttúrulega, þú veist, boðleiðnar eru orðnar svo stuttar. Eins og til dæmis þegar kynjafræðin var sett á laggirnar 1996 og þá var það í rauninni fyrir tilstuðlan grasrótarinnar og það eru þingkonur sem eru í rauninni að vilja að stjórnvöld styðji við stofnun kynjafræði í Háskóla Íslands sem hét áður kvennafræði og bara umræðunar á Alþingi eru, þú veist, það væri mjög áhugavert að svona þemagreina þær í svona, og í takti við kannski umræður í Alþingi í dag. Okkur líður eins og þetta sé svona eigin fordæmi. En núna er þetta búið einstaklega áhvert síðast einu ár myndi ég segja, kannski ekkert endilega beint hvert kynjafræðinni, heldur sérstaklega hvert transfólki. Jú, kannski kynjafræði á grunnskólum og í framhaldsskólum, hvað er hérna verið að kenna börnunum okkar, hinsegin fræðsla og þannig að sjáum við þessi orðraða sem er þannig, þú veist, þessi í þeirri umræðu sem er svo áhugavert er í rauninni að það sé verið að einræta börnin, það er verið að breyta börnin, það er verið að brjóta upp hefðbundnin fjölskylduform og svo framvegis og þetta er allt bara til þess skapað til þess að búa til eitthvað svona óróa, eitthvað ótta og ég meina þegar umræðan beinist að börnunum sem við erum nú hérna bæði foreldrar þú veist, og eða fjölskyldunni það er svona, þú veist, þetta er það sem er næst fólki og það vill vernda börnin sín og þess vegna er þetta svo áhrifamikið. Af hverju erum við að tala svona? Hvert er markmiðið með þessu? Þú veist, og af hverju viljum við, þú veist, hvað hafa þessir aðeinar af því að skapa svona óróa og ólgu í samfélaginu? Og ég helst að vopnið gegn því er náttúrulega bara að einmitt að vinna í samstöðunni og byggja brýr og aukna samkennd og hlusta hvort annað og sína meira mildi og virðingu. Og ég meina, þótt að þessi umræða beinislimis gegn sérstaklega ekki transfólki og þau náttúrulega finna fyrir því, þá er þetta samt að skerða bara, ég meina þetta er að skerða frelsi okkar allra og til því að umræðan kyngerfi, gender og transmálefni er náttúrulega snýst bara það að við ætlum ekki að skilgreina líf okkar út frá ykkur líffræði. Við ætlum ekki að skilgreina líf okkar út frá ykkur æxlunarfærum. Ég man svona fyrst þegar ég var einhvern veginn að átta mig á því hvað ég væri og hver ég væri og hvað ég kynna frá allt þetta. Þá man ég að fólk var að tala að já, einmitt, þú ert bara að vísa í einhverja kenningar svona, og var að menna, já, þú ert bara að vísa í einhverja skoðanir. Skilur, hvað gerir kenningu að kenningu og hvers vegna beitum við kenningum en ekki einhverju öðru? Kenningar eru svona greiningatól. Þannig að og eins og þú þekki vel, þá tölum við ofta kenningar kynjakerfið sem er samtvinnað öðrum valdakerfum. Því það er ekki bara kyn sem skilgreinir okkur, heldur ólíkir félagslegir áhrifaþættir sem hafa áhrif á stöðun okkar. Þannig að þetta eru kenningar til þess að skilja samfélagi sem við búum í og það er ekki bara þetta er ekki bara einskorðast ekki bara við kynjafræði. Þú veist, í hagfræði og viðskiptafræði höfum við kenningar Adam Smith, í félagsfræði höfum við kenningar Durkheim og Weber og svo framvegis. Og þetta er rauninni bara svona gleraugun sem við setjum á sem við notum til þess að greina gögnin. Og það sem gerir hana kenningur, það sett hérna eitthvað fram, undirbyggt með gögnum og hún er mótuð. Vissulega eru konur við völd en það er hérna ákveðin hópur kvenna. Það er samt alveg vissulega smá fjölbreytileiki þar upp á ákveðnu marki. Kalla kúaðir. Ég var samt ekki að einhverju kalla sig kúaðir og þá er það ekki út af Júnium náttúrulega, þú getur náttúrulega kannski best sagt af hvernig þær eru kúaðir út frá kynjakerfinu en út frá allir með öðrum bara áhrifaþáttum. Ég meina staða innflytjenda kalla sem tala ekki íslensku, kalla með annan húðlit en svona hvít bleikan og svo framvegis. Já, kallar í einhvern veginn svona jafnvel hvítir kallar sko
og það einmitt eitthvað sem að væri áhugavert að rannsaka bara hvers vegna hvítir, miðaldra, gagginhneigðir, ófatlaðir kallar svona ákveðin hópur upplifir sig þú veist, raunverulega upplifir sig kúan, jaðarsettan eða einhvern veginn að sé gengi á hans hlut og þessa upplifun þú veist, ég held að við getum ekki bara afgreitt það sem þú veist, ég veit ekki kjaftaði eða eitthvað, þú veist, það er og skýringan, ég tel alveg að við getum fundið skýringan líka í kynjafræðinni en hérna, þessi tiltekni hópur, hann kannski hlustar ekkit á þær skýringar sem að koma úr kynjafræðinni af því að vissulega geta kalla að vera að glíma við erfiðleika þó að séu ekki almennt kúaðir innan valdakerfisins Þetta er bara rosalega mikilvæg umræða og eitthvað sem ég tek undir með, við eigum ekki að hundsa þetta og ég get alveg skil líka bara mörgum köllum sem tilheyra þessum hópi sem þú lýsir þú veist að þeim þeir eigi erfitt ég meina þessar hugmyndir þessar kallmennsku sem þeir eiga að uppfylla það er bara náttúrulega óraunhæft þú veist bara átt að vera hérna mjög efnaður og geta sinnt hinn og þessu og hérna útlitið og svo framvegis og hérna þetta er bara mjög ríkar kröfur og ég meina það er náttúrulega sem við viljum gera í kynjafræði þú veist, það er náttúrulega líka verið að brjóta upp þessar hugmyndir þannig að við búum til samfélag sem sko þú veist, skapar frelsi fyrir okkur öll og þjónar okkur öllum Hvað gerir bara, ég var að segja fag eða viðfangsefni sko að fræðigrein að vísindagrein frá því að vera bara, ég veit það ekki eitthvað allt annað Ok Það sem gerir fræðigrein að vísindagrein er að hún byggir á vísindalegum aðferðum, empirískum gögnum og gagnsæri umræðu niðurstöðnar. Ok, og þá... Vá, mér líður þess að ég sé svona getur betur, þannig að ég er svona að svara, fannst það ekki rétt. Já, sko... Ekkert sexy umræðni, sjónvarpsefni. Hvers vegna... heldur þú að kynjafræði sé almennt og oft í opinberri umræðu ekki innan akademíunnar talin byggja á bara skoðunum og vinstri hlutdrægni öfugt við aðrar þá vísindagreinar hvers vegna aðalega kynjafræðin? Ég held að kynjafræðin sé tekin út fyrir út af því að við náttúrulega erum að rannsaka völd, það er verið að rannsaka ójöfnu, það er verið að rannsaka jaðarsetningu og með það markmiðin náttúrulega að búa til réttlátar samfélag og þess vegna er þessi viðhorf. Ég held aftur á móti að þetta sé ótrúlega nauðsynleg nálgun í vísindum til þess að ég meina styrkja stóðir lýðræðislegt samfélags. Já, einmitt. Þannig að af því að það er eitthvað agenda, það er markmið með þessari fræðigrein að þá þú meinar, eigi hún undir högg að sækja. Já, ætli það ekki. Sko og þannig ertu náttúrulega að vísa í þessa hugmyndum að sé þessi vinstri slagsíða á henni. Já, nei. Jú, allir það ekki. Allir það tengist ekki vinstrinu að vilja einhvers konar jöfnuð. Jú, það tengist vinstrinu, vissulega. En ég held samt að sko, jú, en það er náttúrulega út af því að við náttúrulega erum alltaf að horfa á skiptingu valds. Við erum alltaf að horfa á staðsetningu og ákveðna hópa í samfélaginu og ekki bara út frá kynja sjónarmiðinu heldur þessu samtvinnaða samtvinnuðu félagslegu áhrifaþáttum. Og það er stétt til dæmis bara gífurlegur og ég meina markmiðið er jöfnuður og það náttúrulega augrar viðteknum viðmiðum, það augrar skipulagsheildinni, skipulagi samfélagsins og það er leiðandi náttúrulega jú, þetta er náttúrulega með það að ljósa leið að sko ná fram réttlæti og auðvitað er það þá áliti verið eitthvað svona vinstri slagsíða. Ég held samt að mjög margir sem eru á hægri ás pólitíkurinnar sko vilji líka vinna réttlæti.
kannski með öðrum aðferðum, kannski réttlæti, kannski lítur það öðru í svo út líka, en það gerir það frá ólíkum sjónarhornum, algjörlega. En kynjafræðin sökum þessu vinstri strax held ég út af þessu. En það sem kynjafræðin að gera náttúrulega í rauninni bara að greina og skilja og sú þekkingasköpun nýtist í baráttunni fyrir réttlátara samfélagi. Ok, förum þá í hraðaspurningar. Ok, var þetta ekki hraðaspurning? Nei, þetta eru fullyrðingar eða spurningar sem að mér finnst vera algengar, eitthvað sem flýtur og hér og þar og hér er komin með mannesku innan úr háskóla samfélaginu sem að þekkir kynjafræðina út og inn, hluti af henni, þannig að hver er betri en þú til þess að bara bregðast við þessu? Þú verður bara bregðast við hér og nú. Hvað er með þetta? Ok, það er sagt semst að kynjafræði er ekki alvöru vísindagrein? Jú, hún er alvöru vísindagrein. Hún byggist á vísindalegum aðferðum, empirískum gögnum og mjög gagnsærri og opinni umræðum niðurstöðnar. Þannig að hún er þverfræðileg. Við hér erum staðsett í félagsvísindum hér á landi, en hún er bara víða staðsett í hugvísindum og félagsvísindum og víða í háskólum allan heim og hefur verið til dæmis hér á landi sérstök námsgrein í Háskóla Íslands í 30 ár árið 2026. Það er líka sagt að kynjafræðikennsla ég ætli sé verið að meina kannski framhaldsskólum er í rauninni bara vinstri pólitísk innræting og heilaþvottur. Ok, ég myndi ekki taka undir það. Ég myndi segja að í kynjafræði, hvort sem það er í framhaldsskólum eða í háskólum eða hvar sem sé verið að kenna ákveðnar kenningar, ólík kenningarleg sjónarhorn. Það getur verið marxíst, það getur verið frjálslyndur, femíniskar og svo framvegis kenningar, og kenningar eru bara svona ákveðin svona greiningartæki, greiningarrammi til þess að skilja samfélagið, hvernig samfélagið er skipulagt. Nemendur eiga svo að nota þessar kenningar til þess að reyna að skilja samfélagið og safna gögnum til þess að greina það og skilja það betur. Það er líka sagt að kynjafræði kenni til dæmis konum að vera fórnarlömb. Kynjafræði kenni konum að vera fórnarlömb. Já, kynjafræði er ekki sjálfsvarparfræði í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá erum við að fjalla kynjuð valdatengsl og út frá kenningum kynjakerfið og bara empirískum rannsóknum þá sjáum við bara því miður er staðan þannig að það hallar víða á konur. Og ég held að það sé bara mjög mikilvæg þekking til að skilja samfélagið og svona navigera það. Nú ekki segja að við værum að segja að konur væri fórnarlömb. Ég held að þessi þekking sé mikilvæg til þess að brjóta upp kynjakerfið. Þannig að nei. Þetta hefur enda verið sagt bara í pontu Alþingis á þess að ég sé að nefna einhvern einn en þú veist, þetta bara er opinber ræða hér úr Alþingi og þar hefur meðal annars verið sagt að kynjafræði segi karla vera eitraða að náttúrulegt ástand þeirra, þá verið að segja karlmennska hún sé einhvern nátt alltaf eitruð nema að fólk hugsi eins og kynjafræðingarnir mæli fyrir Já, ok. Þarna er þingmaðurinn væntanlega að vísa í karlmennsku fræði og þessi hugmyndum eitraða karlmennsku er mjög debatterað í fræðunum. Það er mjög mikil gagnrýni á það í kynjafræði að tala eitraða karlmennsku, en við tölum ofta um skaðlega karlmennsku og þá tölum við hvernig þessi viðmið, þetta sem kallar þurfa að upplifa til þess að vera eitthvað svona bara æskilegir og góðir og svo framvegis, eða svona ekki æskilegir og góðir, heldur meira svona ráðandi hugmyndir karlmennsku, þær eru rauninni geta verið mjög skaðlegar.
þar geta ítt undir til dæmis bara einstaklingshyggju, ítt undir það að þeir myndi ekki tengsl, ítt undir það að þeir sína einhverja skaðlega hegðun hvort sér og hvort öðrum og svo framvegis. Þannig að ég veit ekki betur en að mér finnst þetta ekkert annað en verðugt markmið að draga þetta fram því með það markmið að breyta því og skapa rými fyrir fjölbreyttar og öðruvísi karlmennskur. Ég til dæmis á því að til dæmis í feministkri umræðu eigum við frekar að vera svona calling in, frekar en calling out, við eigum að vera að tala meira saman og á svona jafningagrundvelli og af virðingu og því ég held að með samtalinu náum við ykkur framförum. Þannig að ég hef bara trú á því að fólk sé komin á þann stað í samfélaginu bara við þurfum meiri tengsl, við sjáum víða bara hvernig að fara til dæmis bara fyrir jaðsöptum drengjum, jaðsöptum hópum og ég held að við viljum frekar tengjast og vinna saman að bættu samfélagi. Þannig ég er bjartsýnismanneskja. Ég held að það sé bara hávara raddir en þetta sé ekki meir hlutaskoðun en við getum ekki samt hundsa þetta. Við þurfum einmitt frekar að styrkja böndin og sína meiri samkennd og sína meiri skilning og bara skapa meira rými fyrir því að fólk fá að vera sjálft, skapa meira rými fyrir virðingu og þannig ég er bara í því þessa dagana að reyna að iðka meiri elsku. Og ég er ekkit ósammálaði þar að segja áherslu á samtal, áherslu á elsku og mennsku og allt þetta, ég er algjörlega sammálaði. Ég eins og að tela að við sem höfum verið að fást við jafnréttismál í einhver ár höfum alltaf verið að reyna að gera það, skilurðu, meiri mennsku, elsku, mildi og svo framvegis. Aðferðnar sem við höfum beitt hafa oft verið alls konar róttækar, það hafa verið byltingar, þú veist, vegna þess að það var svo mikið fyrirstaða fyrir mennskunni og elskunni og mildinni. Þú veist, það var svo mikið hatur og svo mikið ofbeldi, það var svo útbreitt og það var svo ósýnilegt og fólk vildi ekki horfast í augu við það og þá þurfti bara alveg eins og bara, við tökum einhverjum basic myndlíkingu börn gera þegar foreldrar eru óuppteknir í símanum, þá byrjaði að öskra eða lemja, eða gera eitthvað til þess að fá athyglinna. Þannig að ég held að það sé bara svona lögmál hegðunar að þegar það er ekki svar, þegar það gerist ekkert, þá bara verður byltingin einhvern veginn stærri og meiri og róttæknin meiri og ég held að það sé eðlilegt þess vegna fer svo í taugarnar á mér og ég er ekki að gagnrýna það sem þú varst að segja en það fer í taugarnar á mér að því að nú var einhver aðstæfna þennan daginn, þá kom einhver sérfræðingur í karlmennsku eða einhver 16. átak gegn ofbeldi í desember eða november og ég sá eina frétt einhver big shot örgla, ég mann sem tekki hvað hann heitir sem að lét allavega var haft eftir honum og þetta eru fleiri svona, ég ætla að segja kanónur, ekki bara á Íslandi heldur víðar, sem er einhvern veginn svona, núna einmitt þurfum við að, ég man ekki hvernig það var að orða þetta, var eitthvað svona, núna þurfum við að hafa þetta kalla. Já, við þurfum að ná köllunum með, við þurfum að, við höfum ekki að vera að seima þá, við höfum ekki að vera að segja þeim hvað þeir séu ógeðslegir, við höfum ekki að vera eitthvað svona og ég bara trillist inn í mér sko. Ég brjálast af því að þetta er svo yfirlætisfullt og þetta er svo sögulaust og þetta er svo svona, kemur svona einhver bara, þú veist, það er allt búið í gangi inni núna í klukktíma í okkur og svo kemur einhver inn og ætla bara að fara að taka samtali, æfis hvað við. Já, ég vil samt ítreka það sem ég var að tala meira að tala innan 80% sinns sko. Já. Ég er ekki að tala að þetta með calling in á ekki við gagvart valdhöfum. Ég meina þú ert ekki að fara að calla inn Snorra Másson, ég meina hann er þingmaður. Þú ert að fara að call him out sko. Já. Þannig ég var meira að hugsa hvernig við styrkjum böndin og ég vona að það hafi komið skýrt fram. Þess vegna tala innan feministkra hreyfinga. Já. Því við höfum stundum við svolítið að gagnrýna hvort annað að við séum ekki róður ekki nóg róttækur, þú ert ekki að gera þetta rétt og þú ert að gera hitt, skilurðu. Algjörlega. Og við höfum hætt því, held ég, sko. Já, ég upplifi að sko fráfall Ólafur hafi haft töluvert áhrif þarna. Já. Semst innan svona mannréttinda og feministka baráttu eða fólks í baráttunni. Það er mín upplifun. Já. Að svona, ég skynjaði meiri samkennd okkar allar á milli sem að höfum jafnvel verið nýta í hvert annað og allavega ekki átt endilega djúpstætt samtal eða samstöðu og en
þetta það sem sko Judith Butler að skrifa svona anti-gender hreyfingar okay. og hún rauninni vill meina að svona lausnin fram á við einmitt að styrkja böndin innan feminska hreyfinga og þess vegna ég að tala einmitt með calling in sko, að við feminska hreyfinga, fræða fólks og í til dæmis tilfelli Íslands veist, það þjóðkirkjan, það eru alls konar hópar og sko og kristallaska skemmit í kvennára og kvennaverkvalli þú veist að það eru samtök sem taka sér saman og sko setja niður ákveðin málefni ákveðin markmið og það sama á við gegn anti-gender orðaðinni. Þú veist, við þurfum kannski líka að lækka ákveðin þröskuld viðmiðið ákveðin baráttumál til þess að sko þjappa saman hópnum. Og þegar meðan, það sem Judith Butler var að benda á, erum við bara eitthvað svona sundruð og meðan þessi hreyfing og það sem svo ótrúlega áhugavert sem við talaðum í anti-gender hreyfingunni í rannsóknum með anti-gender hreyfingunni að þetta sé svona symbolic glue svona hugmyndafræðilegt eða svona lím sem heldur saman hérna einhverjum auka populískum hægriflokkum, einstaklingum sem hafa eitthvað agenda, fólk, hópum sem á móti hinsegin eða útvíkun hinsegin málefna og svo framvegis og þetta svona heldur þeim saman. Sko, gott dæmi með ofbeldisumræðina. En ég verið í rannsóknum á lögreglunni síðan 2013 og þetta var svona einn fyrsta rannsókn á vinnumenningu á Íslandi, svona eitthvað sem tengist kynferðislágreitni og þetta vakti gífulega athygli og þetta var bara svona svo sprengja í andlita á lögreglunni, fólki í lögreglunni sem var ekki endilega markmið mitt og það var örugglega upplifað svolítið eins og okkur árás og meðan ég var bara hérna að framkvæma meindlega rannsókn og safna gögnum og greina og þetta voru niðurstöðnar sjálf þannig að það er svona svolítið að kýla hvert markmiðið? Markmiðið mitt ekki að skapa óreiðu eða sundrung. Markmið mitt að koma fram með niðurstöðu sem nýtist í stefnumótun, nýtist til framþróunar innan stofnunarinnar. Og ég held að þetta gefist ótrúlega vel og bara í ótrúlega góðu samstarfi við lögregluna einmitt með þetta rannsóknarverkefni sem erum að bregðast við niðurstöðunum. Og svo fær maður líka spurningar bara og hvað þetta að gera? Og það það sem við erum beina sjónum að við erum ekki endalist að framleiða sko niðurstöður, rannsóknar niðurstöður vandamálið. Því miður, það breytist það svo hægt. Þannig að við erum að reyna að finna líka, við erum að prófa alls konar og leggja mat á það hvort að það getur hugsanlega breytt. Þannig já, ég tengi mjög mikið við þetta. Þannig að þetta meira þannig sko. Okay. Sko, bara síðasta spurningin. Og nú sko beiðum að beita bara að þinni þekkingu og reynslu og fræða sviði, getur við sagt, til þess að hugsa, þú veist, 5 ár fram í tíman og hugsa aðalega Íslands samfélag en líka bara heiminn allan. Er bjart framundan eða eru blikur á lofti? Ég trúi því að það sé bjart framundan og ástæðan fyrir því að þessar anti-gender hreyfingar, ég held að þær séu mjög háara núna og það sko og kannski þær eru háara núna því að þær eru iðkaðar eða þú veist þessi orðaði iðkuða fólki í valdastöðum en ég held að þetta sé ekki meirhlutaskoðun. Við sjáum bara gífulega mikla samstöðu með hinsegin samfélaginu, við sjáum líka mikla samstöðu frá til dæmis þjóðkirkjunni sem ólíkt til dæmis í öðrum löndum og ég held að við sem samfélag og þetta eitthvað sem við erum mikið að pæla í til dæmis bara í kynjafræðinni líka bara að við þurfum að sýna meiri mennsku og mildi